sló í gegn eins og karate Rúla djúpt, ég tek alla með Bærinn og ég, það sama sem Og ég man ekki hvernig það að tapa Ég með keðju til treyjunni Og með pening í teyjunni Fyrir liðið mitt Ég bærinn, ég Breiðablik Metalígjur á mér svo ég skín Hver ætlar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver ætlar að stíga upp til mín Ertu inni eða úti? Eruð inni eða úti? Já, komið sælir Blikar, nær og fjær og verið velkomin í uppbytun. Uppbytun fyrir Evrópuleik hjá stelpunum. Já, Osijek, króatísku meistararnir, að koma hér á fimmtudaginn klukkan 5 hér á Kópavogsvellinum. Leikurinn verður í beinni á Stöð 2 Sport en að sjálfsögðu eiga allir að koma og hvetja stelpunar hér á Kópavogsvellinum. Það verður nóg pláss. Þetta búin að vera viðburðaríkir dagar hjá stelpunum. Eftir meistaraárið í fyrra, þá mistu þær titilinn til Vals núna daginn. Töpuðu nú leikt hér á Kópavogsvelli. Vonbrigði, já, sjálfsögðu. En stelpunar höfðu ekki tíma til að hugsa það. Eða velta sér upp úr því einhverju. Því að nú þurftu þær að fara að gíra sig til að fara í bubluna til Litáen, bublubað eða sóttvarnabublu til Litáen. Já, kannski ekki bublubað en það voru í bublu, sóttvarnabublu. Nú, meistaradeild Evrópu skipt upp í forkeppni og síðan í riðla. Við drófumst á móti KÍ í Færeyjum, Klaksvík, stelpurnar í Klaksvík. Það vinnarbær Kópavogs, Klaksvík. Til dæmis. Nú, ef við myndum vinna þann leik, þá áttum við að spila við sigurleið frá hinum undan úrslitaleiknum í sömu búblu. Nú, það skemmst frá því að segja. Blikarnir, eða KÍ sá aldrei til sólar í þessum leik. Nú, við skulum sjá mörkin úr þessum leik. Eða 7-Heaven. Villi og Óli gáfu stelpunum 20 mínútur til að fagna þessum sigri. En það var stutt í næsta leik. Mótherjar okkar voru Gintra sem voru á heimavelli og hafði unnið sinn leik gegn Flóra frá Tallinn í Íslandi. Nú til að gera langa sögu stutta og þá mættu stelpurnar vel peppaðar og gíraðar í þenn leik og
já, við skulum bara kíkja á það og við skulum fara hratt yfir sögu núna. Čia baudos aikštelėje pavojus 2-0. Gero tikrai nieko. Čia Madison Gibson labai greit. Ir vėl kamuolys baudos aikštelėje. McCarthy 4-0. Štų dar vienas išpuolis 7-1. Úr sólinni í Litáen, í rok og rigningu á Íslandi. Þá þurftu stelpurnar að fara í N1 leikinn í Pepsi Max-deildinni. Það engin griði gefin í því. Þannig að þær mættu til Keflavíkur, spiluðu í roki og rigningu við Keflavík. Já, stelpurnar náðu sér ekki alveg á strik í þessum leik, en björguðu stigið með harðfylgi. Alltaf þegar dregur fyrir sólu og öll heimsins vandamál hrannast upp og leggjast yfir eins og mara, þá er alltaf ljós í myrkrinu. Og ljósið okkar í Breiðablik Evrópuslagur meistaradeildarsæti í riðlakeppninni. Nú eftir stormasama helgi hjá KSÍ lögðu stelpurnar land undir fót. Þær ferðuðust til Króatíu en þar beið okkar leikur við króatísku meistarana Osijek. Stöð 2 Sport sýndi leikinn beint. Við skulum sjá brot úr þeim leik. Na sredini terena Anton Zdotir je došla do nje, proigrala Magnus Zdotir, lopta je nažalost prešla ispod noge Neli Andrić i Magnus Zdotir je imala čistu situaciju, našla se 1-1 sa Majom Belaj i postigla pogodak za... Međutim, Osječanke se nisu predavale, već su krenule sve jače prema napred. Fenomenalna lopta Ivane Bojčić u 31. minuti za Merijemu Medić, reprezentativku Bosne i Hercegovine, pokušala proigrati Albert Zdotir. Na putu je Neverkla izbila tu loptu, ali Albert Zdotir na kraju dolazi i nalječe na odbijenu loptu, acela prema golu, ali ipak na kraju taj udarac završio pored vratnih. Nakon asistencije Lojne pokušala je Balić, ali ipak na kraju rezultat ostao kao i ranijom 16-tercu, ali uspjela je Ivar Zdotir domoći se lopte. Tisak prema osječkom golu. Udarac je uputila Georg Zdotir, djevojka koja je ušla s klupe u drugom poluvremenu. 1-1 jafntefli. Stelpurnar, eins og maður segir svo oft, eru komnar í dauðafæri. Að komast í riðlakeppni meistaradeildar Evrópu og þar sem að peningarnir eru. Og já, og við fáum skemmtun alveg fram í desember ef að stelpurnar komast áfram. Þeir sem að horfðu á leikinn sögðu, já, stelpurnar okkar voru bara miklu betri. Þeir áttu að vinna þetta. Eins og svo oft núna það útivallamarkið 1-1 útivallamark telur ekki, það bara það þarf að vinna þennan leik hér heima. Það bara svoleiðis. Nú já, menn voru að tala að við höfum verið miklu betri. Við skulum aðeins heyra í Villa í sambandi við leikinn. Hún var bara nokkuð góð. Mér fannst við hafa yfirhöndina. Mér fannst við geta skapað okkur góða stöður og maður hefði kannski viljað sjá okkur gera aðeins betri í nokkrum stöðum. En mér fannst, maður hafði á tilfinningunni að við værum að vinna þennan leik, það tókst ekki. En við fáum annað tækifæri núna á fimmtudaginn. Kemur þú til með að leggja þann leik upp einhvern veginn öðruvísi heldur? Ekki mikið öðruvísi. Auðvitað ákveðnar svona áherslur, en mjög svipað. Þannig að þetta verður bara svipað upplegg, en nú eru þær að koma hingað á gervigrasið. Hvernig heldur að það muni þróast sá leikur? Já, ég auðvitað vona að okkar heimavöllur hjálpi okkur. Í bæði að bara vera ákveðnari og öflugri og líka völlurinn var að mörgu leyti svolítið ójafn. Þannig að það var erfitt að fóta sig í teignum, það komu boltar og hann skoppaði svolítið á okkur þúfum og mold þarna. En nú allavega erum við sléttan völl. En reynda bæði lið. Já, reynda. En þetta nýst þeim líka. Já, þetta legg bara vel í þetta verkefni og þú er bara spenntur fyrir þessu. Ég meina þetta fyrsta skipti sem að Evrópukeppnin skiptist upp í riðla og þetta bara meistaradeildin og þetta er stór stund. Þetta risastórt. Já. Og bara frábært ef við náum að klára þetta dæmi. Sannarlega í dauðafæri. Já. Já, þetta sagði Vili. Við skulum heyra í Ástu. Við skulum aðeins hlera hana hvernig hún sér, eða sá leikinn og hvernig hún sér framhaldið á þessu. Kíkjum aðeins á það líka.
Það var bara stemmari sko. Mér fannst þau svona heilt yfir alveg betri sko. Hefðum alveg getað komið heim með sigur en það var svona, datt ekki alveg með okkur svona á síðasta þriðjung en þú veist, sterkt að fara út og taka jafntefli og eiga svo seinni leikinn hérna heima. Svo skrítið, þið voruð ekkert ánægðar með jafntefli? Nei, þær voru sáttar sko, við vorum ekki sáttar af því að við áttum svo mikið inni fannst mér og við vorum bara svona pirraðar að fá okkur þetta mark sem var algjör óþarfi og þú veist, við vorum einhvern veginn bara ekki sáttar, eða sattar eftir þennan leik. Það er alltaf jafn gaman að taka þátt í svona Evrópuævintýri eða ekki? Jú, það er eitthvað sérstakt við þetta. Það er alltaf svo mikið stemning og allir svo peppaðir og allir einhvern veginn tilbúnir að leggja allt á sig fyrir þetta markmið, þannig að það er ekki sko. Svo er náttúrulega leikurinn á fimmtudaginn. Hvernig er svona spennustig í hópnum fyrir þig? Bara fínt. Það er náttúrulega búið að vera svolítið sérstakt að vera alltaf að fara út í Evrópuævintýri og koma heim í deildinni og þú veist, deildin svona búinn, þannig þú veist, já bara búinn. Og svona stundum svolítið erfitt að gíra sig einhvern veginn en stemningin fyrir leiknum á fimmtudaginn er mjög góð og við bara getum ekki beðið. Já, þannig að þetta verður svolítið þið er eiginlega að vona að þið getið tekið hérna bara á gerðugræsinu og bara gaman að þessu. Já, bara að spila okkar bolta, á góðum velli með okkar áhorfendur og við bara erum ógeðslega spenntar. Já, talandi áhorfendur, er það ekki svolítið gaman að sjá hérna fulla stúku svona? Jú, bara þegar mér hugsa tilbaka sko á 2019 þegar við vorum að spila hérna móti Sparta og PSG, þetta var svo geggjað, þú veist, það var bara svo mikil andi hérna og bara vonandi verða það sama á fimmtudaginn. Bara gangi ykkur vel. Takk. Segir Ásta, þetta verður spennandi verkefni og eins og margoft hefur komið fram dauðafæri. Nú, það var eitt verkefni í Pepsi Max deildinni sem þurfti að klára á sunnudeginum og við skulum bara sjá úr þeim leik. Sækir inn átt á miðjunni og falleg sending á fjarstökin. Þetta er dauðafæri og þetta er bara fyrsta. Hildur skóplar hann hérna inn fyrir Agla, mætir í árásina. McCarthy er að vinna hérna bolta. McCarthy koni hörkufæri og Agla fær hann út. Og Agla í færi og Agla er að jafna metin fyrir Blikana. Fljótar að snúa hér taflinu, sér í vil Blikar. Lítur upp og kemur svo með sendinguna fyrir en Halla kýlir þetta í burtu og Hildur sterk og Hildur Antonsdóttir með alvöru kraftskalla. Þetta gerði hún að harðfylgi. Það er tækifæri fyrir Stjörnuna. Snædís og það er vel að fá rangstöðu. Flaggið er ekki komið upp, skils mér. Og þetta hlýtur enda í netinu frábæla. Hér er hörkusprettur, Caritas. Og Caritas ætla bara alla leiðin. Og Tiffany með skoti og þetta endar í netinu. 10 Blikastúlkur eru komnar yfir Tiffany Janea McCarthy. Gíða gegn Telmu og Gíða skorar að feikna öryggi og jafnar hér metin fyrir Stjörnuna. 3-3 jafntefli í bráðfjörugum leik. En ég er með aðra sturlaða staðreynd. Árið 2001 unnu stelpurnar sér þátttöku rétt í Evrópukeppni meistaraliða. En Blikarnir áttu ekki pening 2001. Þannig að þær komust ekki og urðu að afsala sér réttinum að vera í keppninni. Þetta er sturlu staðreynd. Þetta eru 20 ár síðan og Blikarnir áttu ekki pening til að senda stelpurnar út. En þetta er dauðafæri að komast í riðlakeppnina. Riðlakeppnin, það eru 16 lið sem komast í, það eru 4 riðlar og þarna getum við hugsanlega dregist á móti Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Lyon, liðið okkar eða það sem Sara er að spila. En ég segi bara við ykkur stelpur að komi tími til að þið haldið á kyndlinum, haldið honum logandi og farið og skemmtið ykkur. Hafið gaman að þessu. Það er númer 1, númer 2 og númer 3. Miðasala, hún er í gegnum Tix og það er að gera að tryggja sér miða sem fyrst. Tix, Tix, Tix. Ég veit að Copacabana-sveitin ætlar að mæta og þeir láta sig ekki vanta núna næstu vikurnar. Því að nú er mikilvægt að halda kyndlinum á lofti. Heisi Heisson kveður í þessari uppbytun og sjáumst á leiknum á fimmtudaginn klukkan 5 hér
á Kópavogsvellinum í geggjaðri stemningu. Takk fyrir mig. Heisi heisan, kveður. Sló í gegn eins og karate Rúla djúpt, ég tek alla með Bærin og ég, það sama sem Og ég man ekki hvernig það að tapa ég með keðjundu treyjunni Og með pening í teyjunni Fyrir liðið mitt